Já, elsku hlustandi, það komið að því. Það áramóta kryddsíld 50 lótunar. Já, við keyptum svona áramóta dót sem virkar ekki. Sem virkar ekki. Já, við erum með sound effects. Já, en við erum okkar eigin sound effects. Já. Það komið svona ílögljóður, eins og gæsa, Já, komið það. svona gæsagaur. Hefur aldrei séð svona áður eða? Kemur. Nei, sko mín fjölskyldur aldrei haldið mikið áramótin, hvellhræddur. Þetta svona gaur sem að þú svona blæst inn í og það svona... Já, ég hef séð þetta í kvikmyndum, sko. En Þú bara vissi ekki að það fengist á Íslandi. Heiða bara reyna að búið til krakkpíp úr þessu. Það á ekki að vera hljóður. Gætir að beka þetta. Já, með að við gáðum gamall, og ég nú haldið að þú séð svona blásturstúpu með... Já, þetta er allt áramótin sem Heiðar hefur upplifað. Já. Þetta ásamt ekki að búa til neitt hljóð. Jú. Nei. Jú. Herru, þetta ekki... Búin að prófa alla, sko. Þetta ekki blow art þátturinn 5. lotan. Já. Þó þú sést virsilega góður í því. Lean, mean, blowing machine. Það er ekki mig. Hérna, ok, geggjað, hérna, það er smá gals í stúdíónu, við vorum að klára skemmtilegt viðtal við Benna og Hildi sem að kemur út örugglega bara 1. janúar. Já, nýjast dag. Já, nýjast ári, þannig að það er tilbúið. Gals í stúdíónu, en það er stórt verkefni hjá okkur framöndan, strákar. Og það er að fara yfir það besta sem að gerðist á árinu í barðaheiminum. Og það var svo margt. Já, nóg að taka. Ótrúlega mikið sem gerðist, sko bæði heima og úti. Fyrra át gerðum við svipað, kannski ekki alveg vel formað eins og núna, en hérna, mér fannst mikið auðveldara að velja highlightin í fyrra. En svo nú róttökin og söppin, ég bara pínu vandræði með þetta, sko. Og svo barðaði með rásinn líka, en... Það var djöðsvesen. En við erum með sko mjög góða bakgralla í þessu. Það er sjálfsögður hlustundu 50 lúðuna sem að kusu á Instagram, sem að tjáðu sig þar og hérna létu okkur vita hvað þeim fannst í hvað, svona 15 mismunandi flokkum eða eitthvað. Já. Þetta var djöðs pakki og hérna, bara fara yfir þetta og gera þetta upp. Já, bara takk til hlustanda fyrir öll svörin, bara ringdi inn hérna tilnefningum, bara gekk gaman að eiga svona engaged hlustandahóp. Já, við eigum geggjaða hlustendur. Spurning hvort við maður byrja innlend eða... Ég segi, klárum bara UFC og svo fyrir við innlenda, eða ekki? Jú, ég var að hugsa það sama, ég með það þannig uppskrifað fyrir mér og hérna, fyrsta sem við tökum þá er bara út í hinum mikla heimi í UFC bardaðamaður ársins í karlaflokki. Erum við með góða tilnefningar? Var eitthvað sérstætt sem stóð upp úr það? Sko, það er alltaf bara Ilia Topuria og hérna Alex Pereira. Það er eiginlega allir sem að setja þetta á þá tvo, sko. Svo eru bara einhverjir sem að miskilja og eru að tilnefna hérna einhverjir Íslendinga. En Nick Diaz fekk 1 atkvæði. Já, toppmaður. En annars er þetta bara Pereira og Ilia Topuria. Já, það er nú eitthvað bara valið þar á milli. Já, Nick Diaz átti náttúrulega svakalega bardaða gegn einhverju grasi hérna í Bandaríkjunum. Stóð sem mjög vel. Stóð sem mjög vel. Fekk svo sekt í kjölfarið held ég. Já. Þannig hérna, hann verður nú líklega ekki bardaðamaður ársins. Nei. Við diskuterum þetta aðeins daginn, en svona byrjuðum á því. Já. Munið. Já. Ég er Pereira með í lífinu sjálfur. Já, ég líka. Þú ert næsti Pereira fanboy. Hann er bara svo mikil töffari, sko. Og svo vinnur hann alla spectacular. Já. En Pereira átti 3 bardaða, þetta ekki? Jú, 3 bardaðar, 3 finish. Og stiðstu titilvart, stiðstæða, þú veist, tímabil og milli titilvarna yfir 3 ári röð. Já, sem er bara ótrúlega vel gert. Já. Ég persónulega kaus Joakim Buckley. Sko, það er náttúrulega bara mikið hérna, til í því að þú veist, það er alveg fair. Veist, þetta eru 4 sigrar, 3 finish, virkilega... Og 1 unanimous decision. Já, virkilega stimplaði sinn sem alvöru contender, mögulega future champ í veltuvitinni. Þannig að hérna, mikið breyting á honum eftir að hann fór úr millivitinni. Fundið sinni svona rétt að þingja. Já, ég miða alltaf út frá sko, activity og sigurhlutfall sko. Þetta er alltaf hérna... Ekki á móti... Getust því í mótari eða? Jú, eða sko, að því að menni er alltaf að taka sitt næsta stærsta skrif og eitthvað svona, þannig að þá er ég alltaf svona, hérna, þú veist, ég tek það inn í reikningin líka, skilur við, bara, ef þú ert alltaf að bera einhverja pulsur niður fyrir þig, og ert að raka henni sigurum, skilur við, þá er ég bara eitthvað svona, og er yfir smiðin, en mér var spekli alltaf að vera eitthvað svona, ok, þetta er næsta stóra test og eitthvað, og endar að voru að sigra Kobe Covington, mjög samfærandi, þannig að ég var svona, af því þú ert alltaf að
út á uppleið allan tíman þá tekið það svona inn í reikningin en það eina sem að Buckley hefur fram yfir Pereira þess bardalega séð skilur hann er með 1 unanimous decision sigur yfir Pereira Zero title fights einmitt, það er alveg sko og svo finnst mér þessi light heavyweight deild svona þetta er mjög svona auðveldar 3 titilvarnir Jiri er ekki auðveld mér varst enginn sem gaur eiga sens í Pereira en Jiri er ekki auðveld titil Jiri er ekki auðveldu bardagi fyrir venjulegan bardagamann sko en það var það fyrir Pereira út af því að Pereira er svo geðvikur ég veit það Pele, það er minna verið það sem Pele gerir út af hann er svo mikið betur en allir hinnir Nei, ég segi það. En þú veist, mér var slið með þessu, þú veist, Ilya Topuria, þú veist, að hann hafi, þú veist, rótað bæði, Volk og Max, með að staðlega gera hann að sterkum contender út af því að einhvern veginn, þú veist, það hann rótaði þess að meira bara sjokki yfir því að Pereira svona bjóstu því að myndi vinna þess að gauður og hann gerði það frekar samfærandi og bara svona frekar easy, ég leiði mér að kalla það easy. En ég vil samt segja Pereira, þú veist, þetta eru bara 3 titilvarnir, bara flawless ár einhvern veginn orðin bara mest spennandi gæi Má ég fá eitt svona? Hei, við gleymum höttunum Já, við gleymum höttunum Já, herru, gjör svo vel Má ég ekki fá þetta? Hárið mitt er í ruglinu hérna Einmitt, þannig að það er alveg áramóta stemning í stúdíunni Sko, ég er alveg sammála sko, ég skil alveg að hlustundur sé ekki sammála því að Joachim Buckley sé barnaðar ársins en það áðan það bara, það er að náða eða svona splitt með öðrum ónefndum sem er nýliði ársins hjá mér en ég er alveg til að gefa þetta meira á Alex Pereira heldur en Topuria, ef við förum eftir því sem hlustundur vilja. Já, ég segi Pereira. Já, ég Pereira, ég meina 3 titilvarnir og 1 ári. Hvaða meistar hefur gert það? Hefur eitthvað gert það áður? Líka stutt á milli og svona. Já, það er sko activity. Já, það er alvöru activity. Og líka bara, þú veist, eitthvað sem var short notice, ég man ekki alveg hver það var. Já, hann bara bjargaði hverju kartinu. Var ekki Jamal Hill, var það ekki slottað inn bara... Nei, það var 300, það var næðast meiri fyrirvara. Ég held að það hefði verið bara... Jiri? Ég held að það hefði ekki bara verið Jiri. Já, ég man ekki nákvæmlega hvað hann tók á short notice, sko. En hann var að bjarga, hann var bara, og að gera mím hvað hann var bara bjargandi öllum kvöldum. Hann bjargaði þarna sem Conor datt út af. Já, svo tók hann, gerði sér fræga með Chama. Já, og svo tók hann alltaf Kalle Roundtree sem fyrirfram var talin vera bara svona nightmare stylistically fyrir hann því að hann væri bara, þú veist, væri svo högþungur og aggressífur þannig að mér fannst hann alveg sína sig á sanna Já, alveg fá eitthvað glímukall fljótlega það er nú ekki eitthvað neitt Það er engin glímukall, Jan Blóhut skal sí Nei, hann er ekki glímukall eða þú veist, hann getur glím en hann áði þá sko Ankalaev eftir sko Já, ef hann hefði sigrað Ankalaev á árinu þá hefði þetta verið hands down eða Ankalaev getur klinsað en sko, eins og með Íri bardagan Pereira er bara með númerið hans og það er einhvern veginn bara komin með hann að bardaða bara in the bag Já, ég eru samt, þú veist, eins og Rakic virtist vera með númerið hans Íri þangað til að Íri kláraðan Já Þú veist, út af því að Íri er svo orthodox þá svona virðist hann kannski ekkit vera mikið inn í bardaganum svo allt í hennu vinnur hann bara og það er svolítið svona, ég veit ekki mér fannst Alex Pereira 3 titilvarnir, hvað var þetta á 180 dögum eða eitthvað Já, ekki. Já, eitthvað svolítið. Ég man það ekki nákvæmlega. Hvað það vorum ekki í dag, sko. En hann bara átti mjög gott ár. Bjargandi UFC, Chama. En flest ár held ég að Topuria hefði tekið þetta með það sem hann gerði þessu ári. Ég held bara síðustu 10 ár. En það var 2 bardagar sem hann bara styrst á árinu. Já. En það voru bara svo svaka. Já, ég meina rótaði Holloway og rótaði Volkanovski. Já, bara... Geitina í... Mér svo fyndi hann hann var einhvers að segja bara Ilya Topuria, hann er bara on a mission bara to knock out everyone's favorite fighter og núna vil hann sko Charles Oliveira Já, hann er alltaf að fara í léttvitt núna Já, sem er bara velgert Bardaga kona ársins UFC Herru, það var eitt sem tilnefndi ekki hugmynd mér þótti mjög vænt þá tilnefningu en Weili Zhang fekk nokkur atkvæði og Kayla Harrison fekk nokkur atkvæði þannig að þetta er svona á milli þeirra Weili Zhang barðist náttúrulega bara einu svona árinu en hún er náttúrulega bara einhvern veginn untouchable champion í stráiktinni Svona untouchable Já, mér fannst sko Jan Shannon mjög touchable Jan Shannon gaf alveg skýrt í greina að hún væri touchable og hún þurfti að fara í glímuna til að vinna hefði hún ekki farið í glímuna ekki unna bara hún tapaði þessum bara en hún var með leið til að vinna þetta samfærandi Já, algjörlega Mér finnst hún svolítið untouchable að mann er leið eins og að væri samfærandi eða svona, mér enda leið ekki þannig svona, þú veist, mér fannst Jan Shannon eiginlega bara
Já, ég held svo mikið upp á Elisang. Það hafði ég fyrir hluta bardaðans eiginlega bara allan tíman. Mér fannst einmitt eftir hennar bardaða væri bara svona ekki einu sinni næst besta gellan ásins. Það var svolítið svona mitt takeaway úr þeim bardaða sko. En sko ég segi Kayla Harrison, bara þessi innkoma hennar Tveir bardaðar, solid sigrar og bara þú veist stimplaði sinn sem bara virkilega spennandi future champ. Og þú veist næsta ár verður klálega hennar ár sko, þá verður ekki eins og spurning sko. En mér finnst svolítið leiðilegt að gefa þetta á Weili Zhang fyrir einn bardaða. Já, ég sammála því sko, minnst að leiðilegt. Bardaða sem ég fannst það ekki einu svona verið eitthvað afgerandi, ekki þannig afgerandi sigur. Nei, sko, ég alveg, sko, mín bardaðakona ársins Valentína Shevchenko. Af hverju fær hún ekki tilnefningu þarna? Er ekki bara langt síðan hún barðist eða eitthvað? Það ekki eins og hún barðist 2 árinu. Það lengi kona sem barðist meira en 2 árinu og hún með jafntefli gegn Grasso og vinnur svo beltið sér tilbaka seinna árinu. Það var áriðinnar Shevchenko pluss það að vera þjálfari í TUF. En það vegur svo sem ekkert skilur en þú veist það. Líka bara svona koma tilbaka eftir maður var bara svona ok, núna hennar valda til lokið en svo kemur hún tilbaka og bara aftur hún champ. Það mjög sterkt sko. Þannig að hún svona að Weili Zhang barðist einu sinni, Kayla Harrison kemur yfir og svona tekur svona lower tier stelpunar og þetta eru 2 titilbardagar. Já, akkurat. Ég meina Kayla Harrison tók Holy Home sem Over the Hill. Já. Hvað var hitt eftir? Kayla Harrison mætti var það Misha Nei, ekki Tate. Nei. Ég man ekki alveg hvað það var. Þeir eru svo góður þáttur stundum sko. Ógeðslega góður þáttur. Ég ekki með tölvu eins. Nei, ég skal googla það, en hvað þú getur Ketlin Vieira? Ketlin Vieira, já, það rétt þér. Jú, það rétt. Jú, þannig að ég veit ekki alveg með þessa 2 bardaga, bara Shevchenko á hærra leveli og svona. Ég svona næstum því að fara að taka fyrir hendurnar á hlustundum sko, en af slæmum kostum þá tek ég sjálfsögðu Kayla Harrison. Ekki það að sko ég er samt alveg til að bakka nonni upp og gefa þetta frá stjórnfélagnar á sko. Já, sko, ég er svolítið þar líka. Ég gaman að hafa, þú veist, ég er sammála. Ég vil gefa Valentínu þetta. Mér finnst hún að geta bara skilið. Geggjað. Það er alltaf að vera ósammála hlustundum okkar í nokkrum flokkum kannski. Já, við þurfum samt að sleikja upp hlustundur sko, elsku bestu hlustundur. Íslensku flokkuna þar fá þeir að njóta sín. Já, fá þeir að njóta sín þar. Ok, bardagi ársins. Herru, á ég kom með það? Hvað með það? Það var Selhúber á móti Reeboks á Notsi í Svírinu. Já, það var geðveikur sko, fyrsta lótan var frekar róleg en svo bara detta í algjörnum gír og sko í þriðju lótunni þá droppar Selhúber með olbúa bara í pocketinu og svo nær sko Reeboks að vanka Selhúber og bara með hann í alls konar vandræðum og Selhúber bara fram og tilbaka upp í búrið og reynar að hlaupa burtu og detta næst í og hann bara eldar hann uppi og svo allt í raun að Selhúber að svara tilbaka með einhver svaka höggi og maður bara þetta var klikkað bardagi. Fyrir mér var þetta bardagi ársins sko. Ég er alveg til að bakka það upp sko. Eigum við það klára hlustundur að þeir nefndu þennan bardaga? Herru, jú, Úlfur Páll hann Úlfur Páll, það er hrikalega vel hann gaf þetta eins og ég. Herru, og Huginn Arnarsson og Kristoffer Benedikt. Við erum með nokkra góða sko. Við erum með fræðimenn. En vil ég fá að heyra aðrar tilnefningar? Já. Sko Max vs. Ilja Heici Max vs. Justin og John Jones vs. Og það lítur á grín. Þú veist. Það lítur á grín. Það lítur á grín. En svo var eitt sem með gott Ari B. Ring sagði Genghis Khan vs. Mattias Rebeski. Hann vantilega að tala Oralbæ. En það var geggjaði fætt sko. Það er ekki það langt síðan sko. Ég var sjálfur með Holloway Gaethje. Já, ég var með Holloway Gaethje. Mínu blaði. Sko, já, það er klálega knockout á því. Nei, það var bara gunfight samt allan tíman sko. Já. Það var, þeir bara stóðu og treytiði 5 lóður. Ég er samt sammála Selhúber. Já, ég er sammála með það betri. Ég er bara, já. Ég er samt sko, ég setti niður á blað Gaethje á móti
Max Holloway sem var náttúrulega upp á Badass Motherfucker beltið og þetta var Badass það stóð, þetta svona fyrsti svona BBF beltist bardaginn sem ég svona, þetta var í alvörinu upp á hver var Badass Motherfucker BBF? Er þetta ekki? Badass Brotherfucker Er það BFM? BFM Badass Fucker Mother BMF Já Segðu hvað ég þóli hérna Þessi geitur Fucking Þessi gæði fucking BBM eins og hýjanu sko Þetta fucking Badass Brotherfucker in the world my man En jú, það gott shoutout Þetta gott shoutout Með hérna Selhuber og veist, það eru þrjú atkvæði frá hlustundum í það og bara svipa held ég Max Holloway Gaethje þannig erum við ekki bara að segja Selhuber Reebok og Úlfur, Huginn og Kristoff þetta var svo geggja hvað þú veist svo mikið reach hann geti svo mikið verið að spila bara svona outside leik og jabba og klokkin stig en hann bara stóð í pocketinu með Reebok og bara fuck my reach ég ætla bara fucking banga með þessum gæja sko BBF bang en þeir líka hvorur hefur barist eftir þetta þeir eru ekki báðið bara fuck ég það pásu af því að þeir voru fucking þeir voru bara þú veist þeir voru bara svona slippa hitta svo hitti hann hinn og bara þú veist þeir stóðu bara á móti hverjum öðrum og bara kýldu endalaust og þú veist þetta var bara svo það var svo geggja striking chess match sko þú veist og hvoru maður var eitthvað að bakka og reyna eitthvað svona þú veist að nota fæturinn til að spila sér safe sko þeir voru bara til í að leggja alla típsum á borðið þetta var líka, mann líka bara með minni líka bara ég horfði á hana bara og ég tók bara einhver trilling á chatinu bara, þú veist ég man eftir bara chatið var blowing up þetta svona einn af þessum skilur það sem að þú ert bara hvað er að gerast er það að sjá þetta? Are you watching this? Gefum þetta á Selhuber og Reebok og bara hrós og það var alltaf split decision sko sérstakt shoutout á þessa kommentator standa var ég búinn að segja hvað þeir heita ég vil að gefa hann shoutout sko Úlfur, Páll, Huginn og Kristoff þetta er alveg fræðimanna pikk sko Kristoffer Benediktsson þetta eru alvöru menn sko takk fyrir geggjað nýliði ársins, er það ekki næst? KO ársins samkvæmt mínum bókum sko já, alltaf KO ársins, það er alltaf ok, það er náttúrulega bara Max Holloway er það ekki Max Holloway Justin Gaethje? Það er alltaf mínum bókum er eitthvað annars kemur jú, það er nú Pereira kemur til greina með 2 en það er samt Holloway það er einhverjir sem setja Ilia Topuria á móti Holloway eða Alex Pereira Shara Bullet double back fist það er eitt atkvæði þú veist það var þetta geggja sko svo er þetta svolítið mikið Holloway Justin Gaethje en alltaf sko stundin þar var svo stór svo var það Bruno Ferreira spinning elbow ég man ekki alveg hvað það var jú, hann tók svona spinning elbow svona eiginlega aftur fyrir sig eða ekki var það ekki? Man ekki alveg nóg vel en var það Silva? ég bara man ekki eftir þessum olbó nei, en sko tilefnið og það hverju voru að berjast og að Holloway hafi rotað Gaethje þegar allir held að það myndi fara hinsegin og bara þetta benda á þeir voru að vinna 4 lótur á móti Gaethje að leggja allt undir það var bara ekki að tökum sénsinn þetta var bara besta moment in UFC history sko double bullet moment aðeins Sjarabútin er mjög gott shoutout það er bara svona, sem svona hreint ekkert í momentinu ekki neitt þá er það ótrúlega gott shoutout það er 2 sem segja það Aron Ingi og Bjarni Snær þeir eru með það þeir eru klárist okkur þeir eru með það en ég er sammála heiðar sko momentið og þú veist eftirkostin einhvern veginn eftir það skilur menn eru ennþá eitthvað svona mættu mér í miðinu og meira þess að Max Holloway og Topuria mættu og byrja bara það eitthvað svona gott í miðinu þetta var eitthvað svona trend og svona stöðucheck skilur menn svona sæka hvernig hann út hvað miðina og þú veist þetta eitthvað how big are your balls það hefði svona áhrif á ég held að sé líka svona þetta verður svona moment bara eins og hvar varstu þegar tvíburaturnarnir og klest á tvíburaturnarnir þetta er svona moment, hvar varst þú þegar Holloway rotaði Gaethje þú myndi aldrei gleyma því hvar þú varst þetta er sambarlegt sko við sambarleg moment var ekki horfðu ekki á þetta heima í Óli
og þú sofnaðir í sófanum. Ég sofnaði, vaknaði fyrir 5. lótuna, bara stráka, hvað þetta fyrsta lóta? Nei, þetta 5. lóta. En ég var glæður, ég vaknaði með þér. Já, ef þú manns ekki hvað það varst á þessum tíma, þá þetta hans að taka til í þínu bókum. Hvar voru þið? 9/11. Ég var á Dominos Þú segir mér þetta, ég man bara eftir að koma heim og bara pabbi horfa sjónvarpið og bara... Ég var að vinna á Popeyes í Kringlunni og vinur minn sem var að vinna með mér, sem pínu geðsöklingur, hann sagði mér að heimurinn var að fara að enda núna. Ég var bara ok, nice, eitthvað. Og hélt áfram að vinna, sagði hann þetta við konuna. Sagði þetta rétt einhverju konu með lítið börn, svona, njóttu þetta, gæti orðið þín síðasta máltíð, og hún var kvarta, hann var rekin bara daginn eftir. Gæti orðið þín síðasta máltíð. Já. Fyrir fram að barnið, sko. Mjög smúð. Það mjög smúð. En það Popeyes ekki lengur á Íslandi, svo ég viti. Já. Nú vitum við af hverju. Good shit kjúli, sko. Já, ég trúi það alveg, sko. En já, þetta var mjög ekki skemmtilegt, en það er svona mjög eftirminnilegt. Þetta týpur þenn dæmi, ég og Max Holloway líka. En ég var myndi bara svona heima í byrjaldinni, svona skildi ekki alveg hvað að gerast, labba á þessu Dominos og var að sækja ykkur á brjóstangir eða eitthvað og bara, ok, þetta verður sína þetta hérna líka eitthvað, og kom svo heima eitthvað. Það var mjög hella moment. Sko, ég fatt ekki hvað þetta væri big deal. Ég var bara ok, og hvað, hús að hrynja í Bandaríkjunum. Já. Maður áttaði þessi gjafið, þú veist eitthvað, that's their ticket to fokka í Mið-Austurlöndum forever. Já, bara... Ég fattaði það ekki, sko. Nei, ég hef fucking klikkað. Vonandi fer Bandaríska ríkisstjórnin ekki inn í einn stríð eftir þetta róttök samt, sko. Nei, Trump kominn. Já, Trump kominn. Herri, var það svo nýliðið ársins? Submission ársins. Allt í lagi, Submission ársins. Herri, ég meit gott. Ég var fyrst að heyra það sem að, sko, það er náttúrulega Hamzat á móti viðtekar, það fær eitthvað í Ísland vs. Dustin, Felipe Lima. Það er gaurinn sem var að keppa núna bara með helgina. Hann söppaði einhvern í fyrri barnaðanum. Svo er það Pimplet vs. Green. Já, það fær 2 atkvæði. Svo Hamzat. En veitir hvað ég vel? Ég vel sko armbarinn hjá Molly McCann. Af því að sko Molly McCann, hún var armböruð, svo fór hún bara á glímumót og vann með armbar, kom tilbaka og vann með armbar. Þannig hún var bara svona armböruð og hún bara aldrei látið gerast aftur, ég ætla bara að læra hvernig ég armbara gælur, kemur tilbaka og nær armbar og það var bara svo mikill sigur fyrir hana. Og veist þannig að hún er æfingafélag hans Patti. Hún kann, sko. Hún ekkert að læra það, Já, en þú veist, þegar hún var söppu á sínum armbar, á móti hvernig var það aftur, það var einhver geggjuð jiu-jitsu gæla. Nei, hún hefur ekkert keppt á móti geggjuðum gælum í svolítinn tíma, sko. Nei. En mér varst það bara svo mikið sigur hjá henni, sko, að þú veist. En það var líka að hún gerði bara mistök í þessum armbar, hún varði svona mjög illa. Já, hún bara hoppaði yfir í stöðuna sem hún vildi alls ekki verið. Ég man eftir því samt, hún gerði bara mistök. Mér varst þetta ekkert eitthvað merkilegur armbar hjá Molly. Mér varst það bara svo mikið sigur að þú veist að vera söppu með armbar, komst tilbaka inn að það armbar. Það mikill sigur. Það ekki nóg til að vera submission ársins í mínu bókum. Nei. Þegar þú ert með Kamsat döðavis. Ég á Kamsat-vagninum hana. Ég á Kamsat líka. Sem að sko söppaði Whittaker í fyrstu lótu og foldaði tennurnar á honum inn. Akkurat. Og þetta gerist á 3 sekúndum á hökunni, sko. Já. Hann krankaði hann bara og þú veist, Whittaker það var í aðgerð og bara, þú veist, hann bara víraði saman. Hversu mikið skvís er þessi maður eiginlega með? Whittaker sagði þér reyndar að hann væri með eitthvað svona veik... Tannavesen. Já, eitthvað tannavesen. Veikan tangarð og ég veit ekki hvað það... Kamsat það bara að lesa það, sko, en... Það var að skoða dental history hans. Lækna skýrslundina og segja, tangarinn, það er Akkilesarhællinn, sko. Ok. Nákvæmlega. Já, það var klikka submission. Það var klikka submission. Þannig ég geði það þangað. Voru ekki hlustundur svona ágætlega sammála eða? Jú, þetta er á milli Patti og Hamzat, sko, og klálega Hamzat. Sko, já, ég sammála. Já, Íslam kláraði Dustin við Dars, var það ekki? Jú, sem var hrigalega nett, sko. Mér finnst það nettast að greip í fótunum á 19 ársins. Já, basically. Það var mjög nett, sko. En ég svona... En meira þess að Dustin var eiginlega bara, hann var svo þreyttur, sko, hann var eiginlega bara, lagði þessi bara þarna ofan í hendina á honum. Leiði þessi bara gerast, búin að því. Hann var svolítið þar, sko.
Svo var ég spes sjátt á Anthony Smith þegar giljotinni á Petrino sko. Það uppset ársins maður. Það erfitt það, þegar ég heyri nafni Anthony Smith þá finn ég svona mótþrá að koma upp í mér. Ég veit ekki hvað það er bara svona eitthvað, nei, ég nenn ekki meira á Anthony Smith sko. Nei, ég get ekki viðurkennt fyrir sjálfum mér að hann sé góður bardagamaður og eitthvað svona. Var það 10 árum? Langt síðan hann var góður bardagamaður. Já. En hérna, Damon Black sér tvistinin, var það ekki á þessu ári líka? Nei. Var það í fyrra? Það var í fyrra. Já, ok. Jú, við fengum hann hérna Stefán Fannar alveg kömmandi í buxurnar yfir þessu. Já. Ég mani því það var ekki þessu ári. Nei. En það var hérna, það var í fyrra. Já, við gefum þetta á Hamsat. Já, komum svo til færið það. Hvað er þá næst? Ég ætla að lifa þér stundir. Þá færðu við loksins nýlega. Já, það er nýlið ársins. Sem að væntalega Carlos Prates. Það lítur að vera Carlos Prates. Það lítur bara að vera. Hér einn sem gefur á Xi Ming, kingvesk kona sem er læknir, sem sendi einhverja konu á spítalan í fæti. Einhver sindri þetta. Það er stráng heiðalegt svo. Hún var geggjuð. Ég var með bara Kayla Harrison. Já. En það er klálega Prates, þú er bara rangt fyrir þér. Ok. Það er bara 4 fucking knockout sigrar. Já, bara fór einu sinni yfir aðra lótu sko. Carlos Prates, í mínum bókum, hafði tilkall í bardagamaður ársins. Já. Ef hann hefði á hærra leveli. Ef hann hefði byrjað í fyrra og gæti ekki verið nýlið. Við hverja var hann eiginlega að keppa? Það var Magni síðast og ég man ekki nákvæmlega hver hinni voru, en þú veist, hann er bara búin að vera fucking smóka alla sko. Og þetta er bara... Þetta er klálega nýlið ársins með 4 finnir. Já, allir þessi fucking fighting nerds, maður, þau eru svo fucking scary. Það er bara allar að taka yfir núna. Bara 2025 verður bara... Þú veist, ef við varum að gera hérna velum fyrir sko Jim Ármanns, þá var allan tíman fighting nerd sko, klálega. En já, nýlega, það er ekki þessi spurning fyrir mér og hann fær langflest atkvæði hérna. Já, eðlilega. Þú veist, það er basically allir segja Carlos Prates nema einhver einn velur hérna kingveska læknin. Já, sem er toppmaður. En hérna, getur þú útskipt þitt pick aðeins? Já, bara tók 2 góða sigra á móti high-level gælum. Ég meina, Holly Holm er gömul en hún samt að vinna alla gælur sem hann setja fyrir framann og hann mætti Kayla Harrison. Nokkurn veginn. Þetta er bara þetta vöðva blæti, sko. Hann sér bara Kayla og hann er bara, Ég skoðaði alveg Prates, mér fannst bara nöfnin sem hann vann á þessu ári, mér fannst einn vera nafn sem fólk þekkir. Restin eru nobody, sko. Já, þetta er það nýlið ársins, sko. Þú átt ekki vona á einhverju... Já, en ég meina, einn nýliði vinnur 4 dósir og hinn nýliðin vinnur 1 legend og eina ágætis bardagakonu. Þá gef ég þeim sem vinnur legend og góða bardagakonu fram yfir 3 dósir og 1 medium-gaur. Er 1 medium-gaur Neil Magny og hinn dósir? Hver eru henni 3 áttur? Yinglang Lee, Charles Radke og Trevin Giles. Þú veist, þetta er ekkert... Trevin Giles er ekkert okkur þannig. Nei. Og heldur ekki Radke? Þetta eru dósdrákar. Nei. Þú ert í nýliða fólk, sko. Þú veist, þú átt ekki á því tíma. En Kayla Harrison tók 1 legend og eina fína bardagakonu. Smókaði þær, sko. Já, það sem ég var aðeins að vega inn í það líka var sko að mér finnst að þú veist, menn var eitthvað svona, Kayla Harrison var alltaf að vera, skilur. Þetta eru bara, þú veist, þetta eru gamla kempur í sjálfum sig, skilur. Þetta er bara, mér finnst það erfitt að horfa á Kayla Harrison og segja, já, þú ert svona nýliði. En hún er nýliði. Já, bara svona bæði eitthvað svona lögfræði technicality, skilur. En hún er samt búin að vera bara reigning, defending, hérna, PFL champion. Í minna promósjoni. En ég menn er ekki flestir sem kom inn í UFC að margir hafa ekki verið meistarar í minni promósjoni. Eru ekki nýliðar? Þú veist, jú, en þú veist, þeir eru bara með yngri, skilur. Asa Kúra vinnur okkur hana. Já. Ég trú ekki eins og sérst að rökra þetta við okkur, sko. Nei, ég er ekki... Akkur ekki? Ég var bara að vera að sammála og ég bara að vera eitthvað, já. Borðleikjandi, sko, Carlos Prates. Akkurju? Hver á þessum gaurum hérna? Þetta eru allt fíni gaurar. Charles Radke, Trevin Giles. Ég var aðeins að kíkja á síðustu bardaði hjá þessum mönnum með Charles Radke. Nei, helst ekki, það er bara leiðileg. Ok. Það er að fara yfir fyrir Li-Lang Li. En þú veist svona, ok, það kemur bara einhver gæi inn og hann er svona nýliði. Hann er bara, þú veist, það veit einhvern veginn, fólk vissi hver Kayla Harrison var, skilur við, fyrir. Sama með Kaya Sakura, skilur við. En þarna kemur gaur inn og það er svona, ok, Carlos Prates, og svona, ok, sjáum hvað hann getur gert. Og hann bara, fuck. Svo kemur bara Carlos Prates aftur, bara, fuck. Hann tekur 4 barda. En það sem skiptir máli þegar þið meta hverju besti nýliðin, þá skiptir máli hvort þið þekktu hann eða ekki áður en hann komið nýjum sig. Það er svona hluta, það er svona þáttur. Það er svona... Af hverju? Það er þáttur. Bara af því að þetta er nýliða
þetta svona debutant dæmi skilur en í UFC þannig ég hef víðara spektrum og á, þú veist, ger ekki ráð fyrir því að nýliðarnir mínir séu að, þú veist, berja legends eða berja champions eða fara í ykkur title fights skilur þannig að þú veist, það vinkilinn þannig að þú veist, barið sett aðeins læra af því að þú ert já, bara ef þú gerir minni væntingar til mannsins þá vegur hann að herra það sem hann gerir heldur en einhver sem mögulega betri og mögulega átti erfiðari bardaga já, Carlos Prates til dæmis í mínum bókum, hann ekki bardagamaður ársins nei en hann fær að vera í nýliðaflokk og fær þá svona meiri sjans ég ósammála en það líka bara fínt sýnir bara hvað þú ert vitlaus mér finnst bara mér finnst 3 af þessum sigurum hjá honum vera dósir sem hann hefði alltaf átt að vinna og Magni er flottur sigur sko já, og Magni er flottur sigur en það er líka sigur Magni var eiginlega auðvildast í barndagana, svo það ekki jú, bara þú voru alltaf auðvildi barndag já, það voru alltaf þú veist bara skrifur undir og berjast og svo bara fyrsta lóta bara einu sinni aðra lótu tekur svo nýjum Magni fyrsta lótu já, það er bara mjög svipað debjúar ekki betur í UFC og þetta er líka bara fleiri bardagar heldur en þessi heitt elskaða Kayla Harrison já, algjörlega, þetta eru fleiri bardagar já, þeir voru meir en 2 hún hefði átt að taka 2 dósir með sem legendum sko, það er alveg rétt sko klálega en hvenær átti hún fyrsta bardaga talandi líka talandi að Kayla Harrison alltaf kom inn í UFC 13. apríl já, en líka bara, þú veist, menn eru líka bara Kayla Harrison er það gömul og sjóuð að menn eru bara svona hún getur ekki köttað niður þú veist, hún á bara x marga barda eftir líkamlega þú veist, hún er það mikill veteran í rauninni skilur. já þú veist, bara svona, hún á svona 3-4 barda eftir í sig skilur það sem fólk sagði því þegar hún var komin í UFC sama já, hvað hann var 34 já hann var defending champ í ykkur 6 ár sko ósigrandi þannig að já, klárlega 2-3 bardagar eftir nei, þú veist, að hún er svo stór skilur hún getur ekki köttað svona langt niður nei, það það sem ég að segja ég held að hún sé að treysta á að verða legend og sé búið til þyngdarflokkur já, ég hugsa það en ok, Prates tekur þetta það er bara meiri hlutir að þér það er bara allir nema þú á því sko. nei, internetið er á stórun hluta sammála mér ég var að googla ég er búin að finna 3 lista sem er með Prates í öðru og Kayla Harrison í fyrsta aha, já, skriði já, það skriði en það, ég skoða internetið líka og ég var bara mjög ósammála internetið já, ég er líka ósammála öðrum þegar þeir eru ósammála mér sko, ef internetið myndir segja þær að hoppa fram á brú myndir þú gera það? nei, en ef internetið, ef þú veist 500 manns á internetið segja mig Steven Gerrard er besti miðjumaður í heimi og ég bara, nei, það er Frank Lampard þá er líkindi til þess að ég hefur rangt fyrir mér því að ef allir í kringu þig eru fíbl þá er líka að þú sért fíblið en ekki allir hinn þetta komstu með fótboltareferens já, ég meina það eru þetta að þekka það allir meira þess að Davíð var hérna með fótboltareferens þegar hann kom við þetta já, Davíð er líka bara legend en ekki en ok, hérna Kayla Harrison í Leosins er að sjálfsögðu Carlos Prates ef að fara að selja miða ennðu uppjöstan til að heyra já þá eru við búinir bara með UFC flokkana já, hérna óskum öllum UFC bardamennum til hamingju með sín verðlaun og hérna bara gaman ég vil samt koma með honorable mentions í subbinu var ekki Duplessis að reyna neiki tjóka líka Adesanya þessari var það síðast ári? Nei, það var þess ári já, mér fannst það geggjað já, það er grjótart ég var bara að gleyma þegar það var mæst já, nei, það var snemma það er ekki það snemma sko, það var bara fyrir svona 3 mánuðum eða eitthvað hann vann Sean Strickland svona mitt árið og svo fekk hann fyrstu titilvörðinu sinna móti Adesanya þetta var UFC 306 eða 7 held ég Stundum held ég einhverju byggið þegar þú bara manstu svona hluti ég held ég sé mögulega það var sér rói sko það er hérna overheadju kraftur sem að mér hefur oft langað í já, vera einhverjur já, ég er að segja, þegar fólk var að tala um að bólusetningar gerði mann einhverja sko, þegar mann líka með félagslega shoot me sko, þegar mann er líka með félagslega færni eins og þið, þá er ekkert mikið að tapa þarna þú veist, það eru neikvæðir hlutirnar mjög litlar Jó, girlfriend það er félagslega færni á við mig já, einhver tvo bara félagslindir menn já, við erum bara geggjaðir vinir allra já, nákvæmlega, og allir er vinnur okkar jeps
Jeps. Já, herru, þetta var bara eitt mesta swing and a miss diss sem að ég hef heyrt í dag. Alls ekki, það var mjög fyndið, sko. Ég svo spenntið fyrir uppistandi, sko. Já, einmitt. Þannig að ég bara Sko, ég er að fá fólk tix.is. á uppistand sem þú veist, eða yfir 90 í Grindavík, skilur. Ekki 69 til 75, eins og það sem stendur verið fram með. Nei, Þegar þú byrjar að segja yfir 90 og heldur að tala jafnaldra hérna. Já. Helviti gott. Þið eru að fara í góðan sleik eftir þáttinn eða ætla að geta orðið vinir aftur eftir. Eða bara í hringin, ég nú skoraði hann í sparri rétt á hann vildi ekki taka því. Varst þú að skora mig? Já, sagði ekki taka lótið. Við mig? Já. Ég get að taka þér neinum gangi hérna. Sko, ég æfði allt sumar til að fá að keppa þig. Ekki fyrir eitthvað að þykast fyrir eitthvað rough guy núna. Herri, ef að færa ykkur aðeins yfir í íslensku flokkana. Herri, já. MMA bardamaður ársins. Herri, sko, það eru svolítið allir að kjósa það sama. Já. Það er hann Aron Leo. Aron Leo. Sko, Mikael Akliben, H. Kong og og Anton Smári fá líka tilnefningu. Viktor Gunnarsson kaus sjálfan sig. Já. Og já, annars bara Jónatan Francisco fær 1 sko. Annars þetta, þú veist, bara 20 Aron Leo á móti bara 1 og 1, þú veist, þetta ekkert spurning, bara 3-0 sem pró, á hálfu ári, Adamann titill, bara sigraði lífið og bara 2 finish, trendandi vídeo líka. Já, bara, þú veist, náttúrulega bara viral 10-second knockout, þú veist, hann með knockout, hann með submission og decision, þetta er perfect hat-trick í bardaíþróttum. Já, þetta er engin spurning, þetta er bara Aron. Þetta er Aron allan daginn. Það öllum öðrum ólöstuðum samt, því að það voru margir flottuði bardagamenn þessu. Voru nefnilega margir mjög flottir, sko. Já, einmitt. Aron bara eisaði árið, skilur. Það bara ekki hægt að skáka einhverjum sem að tekur 3 prófæta vinnur og alla. Tekur skrefið yfir í pró og endar árið sem 3-0 champion. Þetta er geggjað. Það er ekki spurning. Já, og svo tók hann beltið náttúrulega líka. Já, tók beltið og mætti þáttinn. Já, einmitt. Sjókaði hann út. Hann er raunverðinu með 2 submission. Það er 4-0 sem aðeins maður. Þið veit alltaf ekki sens maður. Gaman að segja frá Aron Leo en hann er búin að leggja inn umsókn til að komast í The Ultimate Fighter. Nei! Nice! Það er fucking geðveikt maður. Það er sturlað sko. Það er geggjað. Þannig að á síðasta degi þá fekk við sér bara pling Aron Leo. Til ég að taka þátt í The Ultimate Fighter. Sko, þeir velja hann. Verða að velja hann. Ef þeir velja hann verðum við ekki að fara út og eitthvað checka á The Ultimate Fighter fá stay in the firehouse. Nei, ég er annað að fá alltaf gista herri, Dommi bara búin að splæsa hérna. Nei, fá bara að mæta á svona eitt svona kvöld, skilur, ekkert að vera að hanga með þeim í miðri viku, skilur, ekkert vera með þeim í vinnunni, bara mæta þeir að keppa eitt kvöld, bara eins og við séum. Ég meina, við erum alltaf bara, þú veist, eltum íslenska bardagamenn út og ég meina, þú veist, Gunni er að fara að berjast á UFC og Aron er að fara on to bigger and better things og við þurfum bara að fylgja öllum eftir, sko. Ég held að það sé alveg klármál, sko. Já, við þurfum að fara að kaupa flug til London. Já, einmitt. Það er word on the street. Já, þurfum við ekki vel líka bara að fara að fá Gunna til að spjalla okkur í mynd. Klálega. Jú, og þurfum að heyra í Dana White af því við þurfum all access passes. Pældi hvað verið geðveikt að fá Dana White til að taka svona stutt viðtal við hann einhvers staðar. Það var legend, sko. Herri, ég finn lykt á góðu ári. Já. Herri, MMA kona ársins. Herri, það er engin aktív kona náttúrulega. Nei. Sko. Ég skrifaði bara crickets. Já. Já. Það er bara frjálst þar. Já, það, þú veist, sko. Ég tilnefni. Hvað sagði áhörundin? Nei, Dammi fekk eitt hérna. Salka Sól, Inga Bergmann og Anna Margarita. 0 bardaðar á haus. Margarítan er öflugum. En hérna Hekla var eitthvað leitabarda. Já, ég þó að Anna Margarita sem er þykjulega öflug þó hún hafi alltaf barist í MMA og svona byrjaði að glíma. Þá var hún svona vona sér þarna Íslands kannski. Já, það. En Hekla María er bardagakona ársins í mínum bókum. Já, bara fyrir að vera aktív í að leita fætt. Já, fyrir að ég held að fengi fjólubábelti sitt á árinu og það er ekki hægt að finna fættir hana. Það er búið að fara út fyrir Keistíl, það er búið að fara út fyrir Bretland og bla bla bla. Það er bara, en hún er alltaf game og svo bara þegar hún fær ekki fætt þá fer hún bara inn á Miðjarðarhafið að bjarga flóttamönnum. Það er þetta geðveikt. Það er ótrúlega nett sko.
og bara hérna Hvar miður hann? Haiti eða? Nei, Nei, ég ekki alveg En góð kona greinilega hann Hún alltaf að shippa hérna við Norðurströnd Afríku, shippar til Ítalíu Fólkinu Já Hún hetið maður Já Ég held að ítalska Hún er í hjálpastofnunum, hún er ekki að vinna í einhverjum samtökum hann Það er svona hjálpastofnun sko Já, gott Og hún er hérna búin að taka yfir ykkur skipi og er að stjórnallu og hún er like a boss Var að leiri sko. Já Ok, hún fær þetta Já, djöð vona að við fáum að sjá Leiðilegt samt að hún þú veist, að þetta séu núlfætar skilurðu, að stelpunar okkar er svona erfitt með að finna sér fæt það er bara komin inn á, þú veist, Norrlandamóti eitthvað, þú veist, á okkur svona móta sem að, þú veist, fólk getur ekki sagt nei þú veist, ef það er bara eitthvað promotion eins og Kate Steele, þú veist, þá er þú veist, þá skilur maður alveg, maður er 0-0 fætur með hvít belti og maður langar ekki að fara á móti einhverju fjólblóðu belti maður skilur það vel, en þú veist, eitthvað eins og Norrlandamótið, þú veist, þetta er sama vesibúið að vera fyrir Loga Geirs þú veist, hann er með fjólblóðu belti búin að vinna eitthvað ADCC og alls konar og erfitt fyrir hann að fá fæt en hann fekk einmitt bara loksins fæt þarna á Norrlandamótið það er svona að alla hægt að segja nei en já, ok þannig bara núna hefur við hort á nokkuð Kate Steele göld hafa ekkert tíma að vera hvenna MMA bardaði á þessum kvöldu? Bara Dammi. Já, Dammi bara stanna. Já, ok, auðvitað. Ég meina fyrir utan Dammi. Ég hef aldrei séð bara hvenna bardaði nema Dammi hafi verið í honum. Já. Það er einu Þannig að það er ekkert rosa marga konur. Nei, það er ekkert offrambóð, sko. Nei. En jú, það er alveg hvenna bardaði samt, sko. Þurfum bara ég held að það væri sjálfir. Já. Hvenna bardaði. Ég held að stelpunar gæti mögulega bara, þú veist, þurft að leita aðeins lengra út til Bandaríkjanna. Það eru miklu meira frétt í Bandaríkjanna. Suður-Ameríku. Já, Brasilíu. Já, það er bara við hekkjumaríu til Brasilíu. UFC er teppalegt að brasilískum konum. Já. Brazilian women rule the world. Já, það er bara hannig. En það er hugurinn sem gildir og þess vegna er Hekla María bardaði ársins. True. Fengum við hérna MMA fight bardaði ársins? MMA bardaði ársins, já. Sko, það eru hérna alls konar það er sko Aron Leo versus bara Teddam sem endaði á 10 sekúndum ég myndi nú ekki kalla það barda ársins það er Jonathan Francisco móti Jack Terry sem að ég er eiginlega mjög sammála því það var bara geggjaði bardaði sko. Góð bardaði, pínu einstefna en hann var spennandi til lokin. Þetta var samt ekkert alveg eins Jack Terry gaf honum alveg bara gott, þú veist, Jack Terry gaf honum hérna góða mótspyrnu sko. Já, það er eitthvað sem gefur hérna Viktor Gunnars á þess að nefna anstæðing það er hérna Salli, Nýbar, Sub en þú veist það er náttúrulega við erum að tala um barda ársins sér er eitthvað að miskilja þetta Aron Leo vs. Johnny Brocklesby Hákon vs. Alex Tamas Hákon, Jonni vs. Terry já, ég gefi þetta á Jonna og Terry Sammála, mér finnst samt þetta Salinas kóla, mér finnst það ekki træðilegt mér finnst það flottu bardaði þangað til að þú veist, Subbi kom skemmtilegur og þú veist þetta var eiginlega bara meira geggju framistæð hjá Salla frekar en eitthvað geggja fætt, þú veist, já, performance of the year, mögulega ég veit samt keppu Aron, sko hann er búin að eiga 2 trillta performance, sko einmitt hérna Gavin Lofts bardaðin geti alveg verið fætt og því það var bara, hérna Gavin Lofts var bara geggjaður þá kom mér mikið óvart, ég held að Aron væri bara frá smókan sko einmitt, svona með við grunnskólakennara þá kom hann við mjög óvart sko Er hann grunnskólakennari? Já, ég held að ég sé pott að vera rétt mál Já, ok Þegar ég segi Gavin Lofts sé grunnskólakennari Þannig hérna, bara virkilega það var góða fætt sko en ég gef þetta held ég á, ég myndi persónulega gefa það á Jonna Já, versus Jack Terry, ég er sammála því Já, það var alveg góða fætt Og hann fær 2 hérna 2 tilnefningar þannig að hann bara vinnur hjá hlustundum og hjá okkur Já sem er gaman, ég er mikill aðdáandi Jonna Erfitt að vera annað en svo fýtt gauður sko Já, hann er svo vilt ofna maður talaði hann í 2 mínútur og maður bara ekki yes, bromance is on Já, það er svo auðvelt að bonda við hann sko Geggjað, hérna MMA Knockout of the year Já, það er unanimous, það er bara allir hérna Aron Leo versus sundskílumaður Sundskílumaður En já, það er ekkert annars en kynnt Afgreitt, það er bara Aron Leo með hérna hægri handa dínamítið sitt Beintismettið á bara allir þetta Gone viral Ógeðslega gott ár hjá Aron Leo Klikka Og þú veist hann er svo flott í hann að ræta þetta wave og bara shoot for the stars og sækjum í
Ultimate Fighter Já. Þú veist, hann er að hamra með það heyrt það er töff að fara í tuff hann er ekki að taka eitthvað svona ég ætla að slaka á hann í 3 mánuði og láta allt momentum með pínulítið þetta niður skilur og svo ætla ég að fara aftur á stað ég var samt að vona að færi frekar í Dana White Contender Series og það tuffið bara svo mikil svona reality television og meðan að þú veist Dana White Contender Series bara eins og UFC Fight Night ég held bara Aron Leo myndi það myndi gera hann helling hann er svo mikið stjarna svo hann handsome as a motherfucker og ógeðslega fýtt gaur líka veist, ég held að UFC á aðdáðandi fá aðeins að kynnast honum þá geta hann fengið samning bara upp á þú veist, að vera vinsæll já, hann er alltaf það vantar á í UFC læraból gaur, já, smá það er ekki það sem ég ætla að segja Íslending vantar Íslending og svona þú veist að vantar fleiri en einn Íslending já, vantar svona This Icelandic Fighter The Viking að vera með eitthvað svona Fighting Nerds Ísland skilur einmitt, fyrir á svona á heimsvísu kannski svona frekar óþekktu Jimmy sem er Reykjavík MMA eða svona kannski í Bandaríkjunum og svona akkurat þannig að svona, þú veist geggja Reykjavík MMA verið komið representative í UFC það er risastórt það með líka bara að opna dyrna fyrir alla hina strákana já, þetta gimma líka stopnað fyrir 45 mínútum sko þú veist, ég held ég fór að æfa hefðum fyrsta ári sem var opið 2018 sko já, pældu því eða væri bara, hvað, þú veist, 6 ár og eitthvað og þú bara, bam, komin í UFC fucking A, sko þetta er líka, þú veist, þetta er svo mikið hvatning fyrir hina strákana, sko eins og bara með, þú veist, H-Kong bara rotaði sinn á Tamal og, þú veist, það er geðið gaman að sjá krakkina labba fram í póstinum og benda bara, þessi geðið frá Mosó bla 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 þú veist, þið verða svo inspired já, algjörlega bara, það er ógeðslega gaman að sjá líka bara að draumarnir ekkert, þú veist, þetta er ekki eins langt og þetta virðist vera þetta er ekki alveg að fjarlægt og menn halda já, nákvæmlega ég er líka búin að klippa svo mörg vídeo í kringum þetta á árunni sko og ég er alltaf að hugsa bara svona þú veist, þegar ég klippi þetta bara á gaman að vera krakkana sem sjá þetta vídeo og bara sjá að, þú veist, þessi draumur þú sér bara einhver strákur í Íslandi akkurat, ekki herru, höldum að áfram, Submission of the Year já, herru, það eru einhverju 2 sem gefa þetta á Aron Leo og Brock Lesby en annars er þetta nokkuð mikið á Salinas Nýbarinn sko og Mikki Rear Naked Choke fær 1 atkvæði en annars er þetta bara yfirburðar Salinas Nýbar sko alveg bara, þú veist Helga er sannleitt flottast sub sem ég hef séð í MMA bara for years það er rétt sko leka af bakinu beinti eitthvað nýbar það er geggjað sko ógeðslega, bara nokkra sekundur eftir á klukkunni Bjarki og Maggi búin að taka föturna sína byrja að labba búrinu tilbúin í einhverja millilótu ræðu og svo bara, þetta búið líka bara akkurat maður heldur svona að þetta sé að renna honum og greipum þegar hann að renna bakinu hugsa maður, ok, þá getur hann stekkað hann og fara að ground and pounda hann þau síðustu sekundunar nei, bara slætaði sér í nýbar og kláraði bara það bara fucking geðveikt sko og Hot Man's Burke eitthvað bara, guði, bara hvað transition var þetta, skilur hvað var að gera þetta, skilur þannig að bara, Salinas nánast fann að coacha hana, sko mér er það bara submission of the decade, sko já, það var bara alveg brálega, þetta var líka, var þetta ekki var nýbyrjað með mínigarðinn og Salli var að opna kvöldið var þetta ekki fyrsta Kate Steel míningar þetta var fyrsta Kate Steel míningar og bara þeir opnuðu þetta vel fyrir okkur en það er líka bara fólk að slast að komast að eftir þetta kvöld þetta var sama kvöld og Aron rotaði singaði á 10 what a night því líki menn þannig að við gefum þetta á Salla Jóhann Salinas til hamingju, þú ert MMA Submission of the Year skuldlaust í augum hlustenda og 50 rótin endan herru, ég hef með svona aukaflokk MMA Rán ársins, það er Mikael Aklepan mætti danska jókernum já, það er náttúrulega það never forget það er hræðilegt það var hræðilegt danski jókerinn í Danmörku Mikael Aklepan yfirburða framstöðu fær ekki sigur áralegt já, gælið sko það ættum að vera með 2 Norrlandameistara já, alveg ófólandi en MMA nýliði ársins íslenski það er alltaf bara Logi Geiss sko og þetta er jafnt milli Logi Geiss og Aron Leo en þú veist, Aron Leo er náttúrulega engin nýliði hann er engin nýliði þú veist, hann er náttúrulega nýliði sem pro þannig að er Logi Geiss það er ekki nýliði þetta er Logi Geiss þetta er bara Logi Geiss bara mætti á Nordics, tók fyrsta bardaðan sinn bara gauðin sá getur sólar var Nordic champion í fyrsta bardaðan sinn bara, þú veist
bara GG, Já. þú veist ekki einu svona reyna að segja mér að þetta sé ykkur annar en Logi Geirs. Nei, komum líka heim með Norrlanda mestar titil. Það bara legend status, sko, strax. Einmitt. Skulum vonum bara að fá hennan bardaða fljóta. Já, hann þarf bara að býða Hann þarf að rakka upp 2 bardaðum viðbót, síðan þarf hann bara að gera eins og Aron. Bara að fara að sækja eitthvað svona draumamúf. Logi Geirs. Ég segi að Logi Geirs taki núna Já. 2 ára amateur þar sem hann reynir að ná eins mörgum 2 ár? 2 ára amateur Það er ekkert svo mikið. Gaurinn er ekki bara 19 ára eða eitthvað Jú. Já, hann Þú veist- er að fara að segja mér Já, læknir. mér finnst alveg fínt að Já, taka smá tíma í amateurferilinn, kannski ná 6, 7, 8 sigurum á 2 árum og ef það er hægt, ef hann fær 6, nóg marga 7, barda 8 sigurum á Á 2 árum. árum. Já. 4 bardaða á ári. Já, 4 barda áhverju ekki 4 sigur á ári. Já, hann bara fara að vinda alltaf That's crazy. Ok, segjum That's crazy. 6 Sko, ég segi bardaðar á 2 4 árum bardaða max í amateur. Ef þú ert nú góður, beint upp í pro. Ekki Þú þú vilt- reyða tími í þetta rugl. Já, nei, þú veist, ég er svo ósamanlegur þú vilt komast á þetta háa amateur level áður en þú ferð í pró Logi er bara að detta í það núna. Já, en þú Ég meina, veist sáðu það nýjum sem bardaða? Já, Hafið síðan sparra og jetsa? já Þessi maður, þú veist, ég held að það er ekkit rosa margi íslenski gaurar skill-wise sem eru betri en hann í einhverju tengdu bardaði. En þú veist, ég er bara mjög forvitinn að sjá hann til dæmis sem eru að vera að keppa á þessu háa leveli eins og Johnny og Salli og eru búin að keppa í amateur senni hjá Kate Steele. Þú veist, við eigum alveg eftir að sjá Loga Geirs testa hann þar, sko. En ég meina, hann er náttúrulega svakalegur. En ég held að hann er ekkert að vera eitthvað að drífa sig að fara pró, sko. Bara að taka tíma í hann amateur feril, sko. Mér finnst þetta levelega þannig að Norrlandum mótinu bara nokkuð gott, sko. Já, auðvitað. Mér finnst það ekkert, þú veist, mér finnst bestu bardaðinir á Kate Steele svona á pari við bestu bardaðina þar. Já, en svo er líka eins og hérna hver var það sem sagði að hérna hæsta levelið í amateur er hærra heldur en lægsta levelið í pro. Já, Krumist sagði þetta. Já, þú ert, já, einmitt. Þannig að þú ert alveg í góðum málum ef þú finnur þér high level amateur bardaða. Já, og vinnur hann. Já, og þú veist og bara að því að þú veist, ég vil bara að Logi Geirs bara potið búin að stilla sig, skilur Já. Þú veist, stilla í hvað þyngdarflokkin er Já. og fá reynslu og svona í staðan fyrir að vera eitthvað svona taka út eitthvað reynslu og eitthvað gæði bara ólbóðið í smetti, skilur og þú ert eitthvað já, hann spæði þessu. Ég var til að sjá Loga Geirs sem mæta einhvern svona gæði eins og Matthew Oki, síðasti amateur anstæðingur hans Arons, einhvern svona bara fucking alvöru amateur gæja sem er með 3-4 sigra eða eitthvað, þú veist, hann á þetta eftir og ég held að hann bara taka sér góðan tíma, þú veist, 2 ár reyna að rakka upp einhverjum 6 sigrum eða eitthvað og áður hann fyrir pró ekkert verið að drífa sig þessu, hann er meðan tíma hann verður bara aktífur á næsta ári og þetta verður bara öldra. Það er auðvitað á bardaði fyrir hann. Hann er alltaf að rekka upp 8 sigurum, hann geti það ekki bara 18 ár, sko. Hann verður nýræður, greið einhverjum. Herri, hérna, en klálega, hvað segir þau, nýliðið ársins? Já. Ef það er eitthvað eins við bóksið það? Já, eru konur í bóksir. Já. Herru, boksari ársins Kallkins, það er hérna Ice Bear, Haffi, Íbrahim, Rónald Bjarki, Jónatan Björn og Elmar og já, svo er þetta svolítið mikið bara Björn Jónatan, sko og ég er eiginlega sammála Björn Jónatan, sko hann átti geggja mót þarna daginn, sko, þú veist, hann nokkar út eitt gæði með bodyshot og eitt bara með kross í hausinn, sko og virkilega sterkt og hérna, ég held til dæmis ástæðan okkur hann var ekki icebox og að bróta að vantaði anstæðing, veist, Davíð fannst hann ekki geta fundið anstæðing sem myndi gefa honum competitive fight þannig að ég er svolítið á hérna, Birni Jónatan lestinni hans, sko Já, sko þetta er náttúrulega, ok, fyrir mér er náttúrulega bara boxer ánsins er klálega, þú veist, kolli en maður tekur hann oft út fyrir sviga en hann er alltaf með 3 stoppage á þessu ári á hæsta leveli þú veist hvað er hann komin í 50 og eitthvað sæti yfir heavyweights í heiminum Erfitt að rífast það, sko Erfitt að rífast það, sko þannig að þú veist, þetta defaultar svolítið þangað, sko en fyrir utan kolla en mér finnst samt út að kannski kolli þú veist, það er allir að býja til svona big break-in hans kolla en hann er svolítið bara búin að vera að taka bardaða til að halda þessi active og þetta er allt búin að vera kannski svolítið svona must-win bardaða sem að kolli er búin að vera að fara í á meðan að, þú veist, Björn Jónatan er virkilega, þú veist, búin að vera að fara í, þú veist, út á þessi mót og taka erfiða bardaða og koma ógeðslega vel út á meðan að kannski svona kollabardaðar hafa verið kannski meira svona must-win.
Þess vegna ég seti þetta frekar á Björn Jónatan heldur Kolla sko. Af því að bardagarnars Kolla eru must-win bardagar. Já. Hann fer aldrei inn í bardagina nema að sé must-win bardagi. Já, en bara svona... Ef hann myndi tapa, þá verður hann tapa eitthvað svona 1-10 dæmi. Já. Og síðasti bardagi, hann náttúrulega var anti-climate dauðans, hvernig hann endaði, sko. Ekki, það er ekki Kolla að kenna. Nei, ekki, já. En hann samt sko nefnbrýtur hann, líklega. Já, mögulega. Já, svona... Ég er ekki sannfærður þessi theatrics hjá hérna... Nei, hann var leitað át sem kannski, þú segir eitthvað hann sem bardagamann líka. Já, en það náttúrulega bara allir, sko, í öllum börðunum að skóla á þessu ári, það hafa menn farið inn í hóttin sitt og bara, herru, ég vil ekki meira af því Ice Bear. Já. Þannig að hérna, og þarna hann á trónir alveg yfir okkur á veggnum. Já, og Kolli geggaður, og ég veit náttúrulega að Nonni ferðar svolítið með honum. Þannig að hann svolítið hræddi við líka. Það kom fyrir 2 ferðir með Kolla. Já. Tvisiti Finlands. Já, einmitt. Ég vill eiginlega setja þetta á Björn Jónatan. Já, ég finnst það sko. Mér finnst, sko, já, Kolli svona var að halda þessar aktíf í ár. Mér finnst hann ekki að fengi einhvern svona alvöru gaur sem var að challenge hann. Einmitt. Að einhverju viti. Einmitt. Það er ekki bara voljum, tala það ekki bara hvað Kolli er góður. Búbú var á... Kolli ennþá bara að... Búbú var á 9 fight win streak og var þar á undan Bernacle Boxing gaur, sko. En ég gefi þetta alltaf á Kolla, en ég tek hann út fyrir sviga hérna, þannig að þú veist fleiri hans. Ég er alveg til að gefa þetta á Björn Jónatan sem er búin að eiga bara brjálæslega gott mót. Já. Benedikt er búin að vera aktífast í bardagamaður ársins. Já. Það er engin jafn aktífur Benedikt. Nei, búin að vera eiga ups and downs. Hinu. Já. Svo það gefa hérna svona honorable mention að Emin Katrín tók fyrsta prófbardagan sin og bara, þú veist, bara smókaði gæðina eða, þú veist, bara þægilegt unanimous decision. Já, samt, sko, þar er, já. En jú, eða, þú veist, ég horfði á klippur á þessum barda og ég sá alveg bara svona, já, þú veist, Emin var aldrei að fara að tapa fyrir þessum gæða. Nei, algjörlega. Hann er svolítið að búið til rekord núna. Já. Spennandi ár framöndan hjá Emin. Mjög. Þú er spenntur að heyra í honum. Hann er að fara að fljúga út. Eiríkur líka, Eiríkur er að fara, náttúrulega núna, hann er að taka 4 barda á 4 mánuðum. Já. Er Eirík að fara út? Já, 4 barda á gramminu, sko. Já. Bara áðan. Hún er að fara að taka eitthvað ferð, 4 lönd held ég, eða 4 bardaðar, fara á milli landa á 4 mánuðum og ferðast á milli kampa og þú veist, hún er að fara að læra hellinga. Já, til 4 landa. Bara landafyllir ekki. Ég var að sjá þetta á gramminu bara á því ég var að labba hérna inn. Þannig ég ætla ekki að sverja fyrir þessu en hún er að 4 bardaðar á 4 mánuðum. Hún er að fara eitthvað til Bandaríkjanna á Írland og eitthvað nokkuð land. Þannig að hérna, mjög stórt ár framöndan hjá íslensku nefnilega fólki. Emin flýgur út 14. janúar og ætlar að taka bara multiple barda á hann kemur aftur heim. Æsberg náttúrulega, hann er að stefna stóran barda á næstu ári. Já, við viljum náttúrulega bara fá hann í Ríad sko. Já, hann ætti bara að vera á þessu kardi næstu. Já, algjörlega. Ef að Fury skildi meðast. Já. Gæti hann hoppað inn. Já. Myndur við aldrei gera það. Nei, ég veit það. Já. En já, við gefum vel á Björn Jónsson. Myndu vilja sjá það? Já, eða sko, ef það eitthvað myndi lofa Kolla það er bara hérna $50 million að taka þetta bara það myndi Kolla örugglega bara, já, þetta er fínt. Já, og láta berja sig í köku. Úsík er náttúrulega yfirnáttúrulega góður boxari, sko. Já, yfirnáttúrulega góður. Já, en Úsík er engin bear. Nei, hann sko, komið samt óvart út af því að maður horfði náttúrulega síðasta bardaði honum á Fury. Mér fannst hann alltaf svo lítill og allir alltaf að tala hvað hann var undersized sem heavyweight, sko. Samt 191 cm á hæð, sko. Já. Tyson var 180, sko. Já, en alltaf sko cruiserweight. Hann var cruiserweight áður, já. Tók öll beltin þar. Já, og þurfti svo að fara og sækja öll beltin í þungaveitinni. Hélt í viku eða eitthvað og svo var hann sviftur upp í IBF-tillinum. Ég fannst það ekki. Herru, hérna... Arnold Dubois er handhafað hans núna. Já, rétt. Herru, þannig að er það Björn Jónsson? Það er Björn Jónsson. Já, ok, gefum það þangað að við tökum Kolla út og sögu. Já, mér er alls saman Kolla. Með Kolla. Kolla er inn í mínum reikningum. Já, mér líka. Við vorum ekki að tala um einhver levels á það, já. Geggjað. Heiðar er alltaf í mótsöku við sjálfan sig, sko. Já, núna erum við að tala um, þú veist, annar var að keppa við gaura á sínu leveli og herra. Og hinn gaura var að keppa við gaura hann sem eru þú ert bara í fullkomnir mótsöku hvað Carlos Prates bara
að berja einhverja dósir eitthvað. Hann var bara að berja dósir. Oh my god. Heiðar mín. Já, ok. Hérna, Já. Einn af þessum 3 bardögum góla var dós, en það ekki. Já, alltaf sjótt nótið þess. Já. Já, en við gefum þetta á Björn Jónatan og ekki orðum það meir. Já. Kolun ætlar að mynda að mæta á lögudaginn, hann er að berja mig, sko. Já. Já, það er líka bara skilið. Herri, box kona ársins. Herru, þetta er bara milli Eriku og Hildar, það er allir að kjósa bara þær tvær. Ég er ekki alveg búin að tellja þetta saman, en mér sýnist Hildu vera frá fleiri atkvæði, sko, en þetta var svipað. Það var alltaf erfitt að gefa þetta á Hildi þess að hún tapaði 2 árum móti Eriku. Það er erfitt að gefa þetta á Hildi. Þetta er bara Erikanótt. Box kona ársins er Erikanótt og það er engin debatt það, sko. Nei. Þó Hildur sé afskaplega... Var Norrlandamóti var í ár, var það ekki? Jú. Norrlandamestari og... Það er bara ekki spurning. Þetta er ekki spurning, sko. En við gefum Hildi samt sjárat. Já. Geggja flottu bóksir. Náttúrulega, þetta eru 2 split decision barðar og þú veist, alveg margir á því að Hildur hefði bara átt að vinna á báða, sko. En allavega þannig upp í VFBC, sko. Já, í gimmin hennar. Nei, ekki í gimmin hennar. Já, herru, hérna hands down Erikanótt, bara til hamingju. Og móndi verður næsta ár jafn gott. Jafn gjöfult. Jafn gjöfult og konfektkastinu er að gefa heiðaringa. Hann er svakalegur í þessu. Ég myndaðalinn bara ekkert á mér. Það sést ekki þegar ég er að það á mér nammi. Herru, hérna box barda í ársins. Herru, það er alveg nokkrar hérna tilnefningar. Hafþór Íbra einhver, ég mynd nú ekki segja það fyrst að hann var stöðar í fyrsta lóti. Haffi vs. Viktor 1, það var náttúrulega sko, hérna, byggar móts bardaginn upp í VFBC sem var náttúrulega geggjaður. Hann fær einhver nokkur atkvæði. Björn Jónatan vs. Kormákur, það var held ég á Íslandsmeistaramótinu eða byggamóti í manningi. Haffi á Icebox, Pushkov á móti Salmæ. Það var alveg góð. Já. Svo meira hérna, svo Teitur á móti Daniel Rosa sem frá Icebox, það fær nokkur atkvæði. Elmar Gauti vs. Gabriel Marino sem var náttúrulega fight of the night valið á síðasta Icebox. Benny vs. Noel nummer 1, það var líka bara flottu fight, sko. Já, annars er ekki meira kosið hérna, sko. Ég líka með hérna Gabriel Marino á móti Kristoffer Deimo á Icebox, fyrra Icebox á þessu ári. Það fannst mér geggjaði fætt líka. Það var svona sem ég var með í hausnum komið inn í þetta, eða þá hérna Daniel Rosa á móti Tate. Það var líka bara... Ég er svolítið á Daniel Rosa Tate listinu. Ég er svolítið þar, en þú heiðar. Já. Hann er alltaf líka bara ferskur í minni. Já, þetta er alveg vísindisbæja, sko. En má ekki glemja því, sko, Gabriel Marino tók sko 26 högga kombo gegn Kristoffer Deimo. Já, sem er crazy. Það er í alveg klikk. Það er svo bíla. Sem var bara á reipunum bara. Já. En ég held svona, fyrir mér persónulega, þá er Teitur Daniel Rosa, kannski með smá recency bæja, opnaði Icebox kartið, opnaði sýninguna og það var svo margt í þessum bardaði einhvern veginn, bara, þú veist, sló Teit niður, svo bara, hérna þurfti alltaf að telja yfir honum, næstu upp á að klára bardaðan. Það var bara öll fram og tilbaka. Maður vissi ekkert alveg hvernig maður átt að skora þetta. Nei. Jú, ég er sammála. Já. Ég er þar. Já. Var eitthvað afgerandi í tilnefningum? Nei, það í raun og verinu, sko, þú veist, það eru svolítið mörg hérna Haffi á Icebox, en þú veist, það er ekki bardagi ársins, sorry. Nei. Það er bara það ekki. Nei. Kannski knockout ársins. En Viktor Sóga móti hérna. Viktor Sóga móti Haffa á byggamótinu, það er gott pick, sko. Á sturlaða bardagi. Og það var svona barndætti þess að við þurfum svona alveg að tala við dómara frá H9. Já, við þurfum að fara honi í reglurnar og skrifa greinar þetta. Við vorum líka að setja í story hjá okkur eitthvað, kannski það er rétt og eitthvað svona. Já, það var hiti þar. Það var mikið. Sko. Það var náttúrulega, þá fengum við að sjá sko, tilfinningar hans Nikita sem brjótast út í fyrst skipti. Sko. Það var þekktu fyrir að vera mikið tilfinningamaður. Sko. Þá sá maður að hann var grítandi hönskunum og eitthvað. Það var mikið hitið þá. Sko. Já. En jú, við gefum þetta á Daniel Rosa og Tate Þór Ólafsson á Icebox. Boxbarða Jósins. Já, sammála. Geggjað. Er það ekki bara glíman næst? Við eigum eftir KO ásins. Við eigum eftir box KO ásins. Það er náttúrulega bara...
Sko, það Hafþór Íbra og svo margir sem segja líka Björn Jónatan á Powerbox sem hann náttúrulega rótaði bara gæjan með beinni hægri. Já. Nú þarf ég alveg viðurkenna, ég sá það ekki. Ég sá bara klippuna, ekki bardaðan, sko, en ég sá þetta var geggjað, sko. Í undanúrslitum þá bara droppaði hann gæja með bodyshot, svo í úrslitunum þá bara droppaði hann gæja með beinni hægri, bara, ég held að hann hafi bara snegin rótaðan, sko. Já. Ég gef Icebox Champ fyrir mitt leiti þetta. Við, sko, stærsta sviðið sem hún getur verið á Íslandi. Geggjaður bardaðamaður sem var að kempa móti og hann náði honum líka svo skemmtilega. Náði honum þegar hann var með ykkur að stæla, skilurðu. Íbra var með stæla og Haffi refsaði og ég elska það. Smá svartu blettur á því að þetta headbutt. Nei, þeir eru í þetta kontaktsport. Íbra hefði átt að fá tíma til að jafna sig. Dómarinn átt að sjá þetta, Íbra átt að fá tíma til að jafna sig. Íbra meiddi sig ekkert. Hann er nokkaður niður af einhverju helluðum skalla, beigir sig niður, kemur upp og bara, þú veist, þetta er bara eins og að vera slegið niður. Sem dómarinn hélt bara að hann hefði verið slegið niður. Gaf honum tíma. Taldi honum, já, en hann var fótt tíma bara til að jafna sig, þú veist, þetta er ólöglegt stræk. Þetta er ekki ólöglegt stræk, höfun skullu saman. Hann skallaði hann ekki. Það er alveg munur á því, sko. Þetta er þannig ekki knockout samt. Nei, þetta er Dr. Stoppage, sko, en samt, þú veist. En þú veist, hann er Stoppage. Já, en þú veist, eins og nálega þú kemst knockout. Eins og fattið, þegar maður fyrir að veðja. Eins og með Björn Jónatan sem er alveg knockout. Það er knockout. En eins og þú ert að veðja, sko, þú veist, þá ef þú setur KO, þá er Dr. Stoppage bara engin. Allt í lagi Dr. Tip. Ég kom með titilin í podcastinu, besti tipparinn. Besti tip, það sagði engin. Nei, sko, grimmasti og hættulegasti tipparinn er þú. Líklegastu til að tapa húsinu sínu, það er þú. Nei, ég veði alltaf bara eitthvað 1 evru og vinn 1500 tilbaka. Ég vinn allt, ég tippa alltaf bara 1 evru. Það fer svolítið eftir hvað þú ert marga bjóra inn þegar þú byrjar að tippa. Ég mannst ekki á mínigarinn þegar við vorum hérna með árshátíðin okkar. Ég var ekki að tippa þá. Það var eitt besti byggur sem ég mann eftir. Já, ég var ekki að tippa þá, ég var fullur þá. Já, varst að tala um tippin þá, já. Var ég að tala um tipp með þá? Tippin. Leirtala. Já, allt sem þú tekið þessu ári. Herri, hérna, ég bara skilum skoðun, mér veist hérna Björn Jónatan verið með hreina knockout, það er ekki, skilju, hann sló hann ekki niður þrisvar, skilju, hann bara rótaði. Þannig að það hlýtur að vera knockout ársins. Já. Ég er þar. Já, veistu, ég líka. Já. Sérstaklega bara út af, þú veist, ég ætla ekki að gera lítið úr því sem Haffi gerði. Nei. Það var bara, þú veist, því lík framistæði að Haffa. En það er svartu blettur á því að þetta var headbutt, hann átti að fá tíma til að jafna sig. Hafði áhrif. Já, þetta er kontaktsport, ég er ekki á hann miklar áhyggjur að höfum skullu saman, þú veist, það bitnar á þeim báðum, það er ekki gott fyrir neitt. Ég ætla að halda mig að Haffa, en ég hafði ekki þetta að pekja okkur. Mér fannst það svo geggja hvernig sérstaklega fyrsta knockdownið var nær honum þegar hann er svona að sjóbóta eitthvað í byrjun, eða þú veist, í fyrstu lótinni. Standing countið til að byrja með. Já, mér fannst það bara geggja hvernig hann refsaði honum fyrir það og svo hvað hann var grimmur að fylgja eftir. Og þú veist, ef að dómarinn ekki farið á milli, þá hefði hann rótað hann á 10-15 sekúndum. Já, en við erum alltaf ekki á að gefa, skilur, besta stoppage eða besta knockdownin, skilur. Við erum að gefa fyrir Nei, bara svo erfitt að vera með eitthvað KO-velun á landi sem að leifir ekki KOs, almennilega. Já, þess vegna fara menn út. En þú veist, þú getur samt alveg rótað menn, skilur við. Já, svona. Þú veist, þú getur ekki komið úr jafnvægi og rótað hann svo. Þú verður að vera með 1 clean rótök. Ef þú vankar hann fyrst, þá stígur dómarinn á milli að hann að róta hann. Þess vegna, það er eiginlega bara meiri plus fyrir Björn Jónatan sem að bara rótar hann áður en að dómarinn getur bjargað. Algjörlega, en bara valid take. Ég er ekki sammála en ég hata það ekki. En þú ert kosin út hérna af stjórnfundulótunar í þessum málum. Af hverju? Út af því ég er ekki ég er ekki sammála ykkur eða? Já, þú veist, 2 atkvæðum á deginu. Já, þú ert búin að vera alveg í ruglunu. Já, ég bara að vera að velja besta barndagafólki hérna. Það er þá bara 1 liður eftir í boxinu, það er nýlið ársins. Þetta er aðalega hérna milli Rónalds Bjarka og Tristan Stiff. Almar fær einhver atkvæði líka, 2 atkvæði. Annars er þetta svolítið mikið, og Ágúst Trapp fær 1 atkvæði. Annars er þetta svolítið mikið á Tristan Stiff og Rónald Bjarka. Ég gef þetta á Rónald Bjarka, hann fór út og sigraði eitthvað geðt sterkt mót, bara 1 Íslendingur í sögunni. Var það, nei. Það var eitthvað annað mót, ég man ekki hvað mót það var, en hann er 1 Íslendingur í sögunni bara til að vinna það mót. Og bara bardaginn hérna heima sem ég sá hjá honum á móti Ágústi Hrafni, bara geggjaður, ég er bara ógeðslega hrifinn af þessum gæja og
fyrir mér hann klálega nýla ásins. Já, ég, í mínum bókum það líka, ég ætla að vera hreinskilinn og segja, ég veit ekki, sko, ég ekki með allan nýliðana í bóksunni á hreinu, en Ronald Bjarki klálega stóð upp úr. Já. Og það bar mikið á honum. Ég bara mjög sammála. Já, ég tek undir þetta. Já, hann fekk, Tristan líka flottur. Tristan mjög flottur líka, já. En Ronald Bjarki, bara svo fekk hann fekk eitthvað velun fyrir eitthvað byggamót, Íslandsmeistaramót. Ég man ekki, ég eitthvað að tala út úr þessu. En já, ég þannig að bara unni allt sem var í búið einhvern veginn. Já, hann bara tók allir titla og sko. var bara flottur. Já. Þá erum við bara komnir í glímuna. Erum við í glímunni? Geðveikt. Herru, BJJ maður ársins. Herru, sleggjan fær 1 atkvæði. Það gemli. Hver komið það? Ari Bæring. Já, Ari Bæring. Ari Bæring. Besti vinnurinn núna. Hvað er þetta eitthvað gæði í Reykjavík maður? Nei, bara grúpi ég sem er alltaf mig. Já, ok. Þú komið grúpi. One of many. Nei, þetta er toppstrákur frá Ísafirði, hann æfanir ekki á gemma. Annars algjör toppstengur. Annars Logi Geirsson fær eiginlega flest atkvæði nema Stefán Fannar fekk 1 atkvæði frá Loga Geirssoni. So make you boast. That's so nice. En já, ég meina, þetta Logi, ég meina Íslandsmeistaramótið, Grettismótið, ADCC, Mjölnir Open, þetta bara allt sem í boði, sko. Grettismótið í -90 kílóum og opnarflokkinn, Íslandsmeistaramótið í Nógi -91 kíló og brons í opnarflokknum, Mjölnir Open í -99 og opnarflokkurinn, svo gull og ADCC North Europe Open. Þetta er ekki ekki spurning. Og hann tók Bjarkaþór í Nógi held ég. Já, það er mikið sko. Snemma árinu. Já, snemma árinu. Var ekki bara í Nógi? Jú, Bjarki tók hann í gíin. Herru, það var komið að glímu konu ársins. Já. Erum við með tilnefningar? Það eru langflestir sem að tilnefna Kristínu Marsibil frá Atlantic á Akureyri. Heiðrún Fjóla Reykdal fær atkvæði og Anna Margrét. Þannig en það eru langflestir sem gefa þetta Kristínu Marsibil. Hún er veist bara 19 ára, hún er með fjólblótt belti og tók einhvern mót, ég man ekki nákvæmlega. Tók bæði Íslómótin. Já, einmitt. Ok. Og tók vann flokkinn sinn, tók 2 gull, 1 gull í opnuflokki í gí, ef ég man rétt, og Kristín Marsibil tók brons í opnuflokki í Nógi. Þeir megi skjóta mig ef ég hef rangt fyrir mér. Það geta alveg gerst, en ég svona spilað eftir minni. Já, gott teik. Ég er bara sammála þessu. Ég er ósammála. Nú, hver finnst þér það? Mér finnst Anna Sofía að vera glímukona ársins. Já, reyndar. Anna Sofía tók ekki þátt á Ísló held ég, en hún var á Mjölnir Open og Grettismótinu eða einhverjum anskóðunum. Man ekki alveg á hvað mótum kefti. Krekti sér í 2 gull og 2 gull í opnuflokki og var allt svartbeltingur á hennu. Já, ég er sammála. Ég er svolítið það sko. En hún var samt ekki hlustendatilnefningu. Nei. Þannig að ég veit ekki hvað ég sé að svindla. En þegar ég var svona rennaðan sig þetta, það var alltaf milli Kristínu Marsibil og Önnu Sofíu. En svo hugsaði með mér eitthvað svona, ég fá svartabelti sitt og taka, hún tók 1 gulli meira. Þú veist, Marsibil fekk brons þegar Anna Sofía fekk gull í opnuflokki, en á sama tíma að þá keppti Anna Sofía ekki á Ísló. Þannig að ég svona veit ekki hvort að þyngdarflokkarnir hafi eitthvað verið off eða hvað það var sko. En mér líður líka, nú verður ég kannski eitthvað hattaður sko, sérstaklega Akureyri, að mér líður svona eins og að ef Anna Sofía og Kristína Marsibil mætist í opnuflokki að þá taki Anna Sofía. Já, ég held það. Þannig að ég svona, sorry, en ég held hún að bæði stærðina og reynsluna yfir annars sko, ég held að hann myndi bara hún er alveg fokker sko. Já, hún er ekki. Rosalega fokker sko. Já, ég stiði þetta er gott teik. Já. Það eru reyndar báðar bara mjög verðskuldaðar en hún eru með örlítið meiri accolades. Þannig þá skiptist það hlustendur sigurveri hlustenda velunina, það er Kristín Marsibil en stjórnfundur lótunar velur Önnu Sofíu. En var Anna Margrét líka? Já. Af hverju? Hún kaus sjálfa sig. Hún kaus sjálfa sig. Næs. Ég myndi samt líka að gera það. Já, þú myndi gera það sko. Það er einmitt heiðar í öllum flokkum. Já, nákvæmlega. Ef þið hafið eitthvað velt fyrir ykkur hver gleðikona þáttarins er,
Já, ég hef oft pælt í því, sko, með grunaði hana, sko. Já. Þarna kemur hún sterkinn og kýs sjálfan sig sem gleðikona ársins. Hún klárlega gleðikona ársins. Hún klárlega gleðikona ársins. En hérna, hún hefur kosið sjálfan sig hérna. Geðveikt. Algjör veisla, hérna, hvað næst? Það bara glíma ársins. Glíma ársins. Sko, það bara tvennt sem er tilnefndina af hlustendum. Það Stefán Fannar á móti Loga Gissinni á Mjölni Open og úrslita glíma Salinas á Íslandsmótinu í Nogi. Ég man ekki alveg hvað það sko. Nogi. Þetta kemur frá Nico. Nú man ég ekki eftir henni. Nei. En ég man að Logi Giss og Stefán Fannar áttu góða glímu. Já. Geggjaða glímu. Já. Ég hérna... Þetta fer þangað. Já, ég segi bara Stefán Fannar og Logi Giss. Ég hreinlega man ekki eftir úrslitu glíminu hans. Nei. Jóa. Nei. Á Nogi. Nei. Sorry. Þá gefum við þetta á Stefán Fannar og Loga Gisson á Mjölnir Open. Sem áttu dramatíska glímu, en með minnum nú að Logi hafi haft sigur í bítum. Já. Pottet. Já, hann vann. Já, hann vann. Þannig að hérna, sem bara glæslegt, og sko þeim til hamingjum. Herru, uppgjafardag ársins. Já, herru, það eru... Ég með eitt í huga. Já, það tvennt sem tilnefnt af hlustendum og það hérna Flying Triangle frá Breka Harðarsinni sem að ég sammála sko og svo var það Logi Geirsson Buggy Choke sem var enda líka mjög næs. Ég man ekki eftir því. Nei, maður stók á móta? Já, ég man ekki. Var það ekki bara Ísland? Ég er heimlega maður ekki. Sko, það rennur allt svolítið saman hjá mér. Já. En hvernig sigur að maður samt sko Flying Triangle sko, móti góða maðurstæðing sko á móti hvernig var þetta? Móti hérna úkraínsku manni sem er æfanir í Reykjavík heitir minn potið Vítalín Vítali já, það einhver 2 nýjir úkrainumenn komnir í MMA-liðið frétti ég og þeir væri eitthvað svakalegir flottumenn þeir bara stefna á próf og bara komin til Íslands til að æfa bardaði fyrir þér já, ég heldur að við hérna ekki frá Úkraínu það er mikil fólksflutningur frá Úkraínu akkurat þessu stundina sko ekki út af bardaði þetta nei, ég heldur að það hafi ekki verið eitthvað svona my passion for MMA led me to Reykjavík MMA in Iceland eitthvað svona þannig sko en þeir eru bara að gera þetta já, og þeir æfa stíft og þeir eru í stuttalegu formi og rosalega flotti sko og er að keppa þarna á fyrsta mótunum sínu reyndar og svona voru ekki alveg reglunar á hreinu bara slammið þarna já, annar var dæmdur úr leik fyrir slam og svona svo ég bara kunni ekki hérna, en þetta eru algjörir wrestlefokkarar sko og hérna Breki hérna sýndur hann svolítið bara hvar Breki kipti úrlið og hérna Flying Triangle hann bara það var ekki að fucking illa dæmi sko þetta var bara legit besta sepp ársins ég menna þú veist, það vinnur ekkert Flying Triangle mikið þú verður að gera eitthvað hérna Demetrius Johnson sub hérna eða þú þarf að gera það þannig að hérna 100% sammála því já, ég líka þannig að hérna gefum þetta á Breka já eða þá ekki þessi listi búin herru, það var bara BJJ nýlið ársins og sko hlustendur kusu ekki í þeim flokki það var bara eini flokkurinn sem fengum bara ekki enga tilnefningu í ég tilnefndi sjálf á mig já, ég tilnefndi konuna mína já, sko konuna þín ég er sammála heiðari Gilli bara keppir á fyrsta mótinu sínu og bara, já, bara kekkjaði frammeistar í Íslandsmótinu þetta var allt bara eitthvað 10, 8-0, 12-0 og svo já, ég sá eina glímu í honum sem var bara mjög samfærandi Gilli sem heitir réttu nafni Gilbertína held ég nei, hún heitir bara Gilli bara foreldrar hennar voru bara eitthvað að skýra barni en Gilli, já, henni verður ekkert stritt á því sko. en við sáum að það er að skila sér hún er fokkina ragdoll þess að býður á Íslands er það svona einhver innbyr reyði sem brist út þarna ég meina þau voru hlamin fyrir nafnið þá hverjum degi í 15 ár þá öðlastu einhvern innri styrk sem fáir geta jafna nei, ég er að fóka en ég tölnum hana samt mér fannst þetta, þessi framist á Ísla var bara trist já, hún kom kefti loksins já, gera heita sinn gríðarlega stoltan er hún bara hvítbelt eða? já, hún er hvítbeltingur kefti henni fyrsta móti og straujaði móti alveg gjössamlega, ég held ég hafi séð 80-0 á einu skorborti já, það var já, þannig að hérna, hrigalega skemmtilegt bæði sko að því að með hérna, persónulegt hana Gilli okkar Gilbertínu Gunnarsdóttur að hérna var með eitthvað svona performance kvíða og eitthvað svona dót skilur já, fannst þetta rosalega erfitt skref sem ég skil en tegur skrefið og bara virkilega sýndi í hvað í henni býr og svona já, töfaldur sigur
Ég var náttúrulega að beita hana gríðarlegum þrýsting bara í svona 10 mánuði að keppa. Því að þú veist, hún náttúrulega ræðist oft á mig heima og eitthvað svona jitsast inn í stofu og það bara vesen, sko. Og ég mjög sterkur maður. Þannig að þú veist, ef það vesen þá hún góð, sko. Getur við ekki komið inn í búrið næst eða? Sko, henni fannst þetta náttúrulega geðveikt að keppa þarna. Henni fannst þetta geðveikt og stóran hluta ég var trúlega því hún vann mjög örugglega og hún þurfti aldrei að vera stressuð. En þú veist, ég var alveg til þess út af því að hún fínt stræking líka, sko, allt í lagi. Ef hún myndi svona þess að æfa sig í taktinum og fótabrunum, þá getur hún orðið bara þrusa bardagana, sko. En hún þarf bara að henda, náttúrulega þarf allt annað að fara á pásu eða þú ætlar að gera það. Veist, það ekkert skóli og vinna og kærast og eitthvað sitt, þannig að ég ekkert að mæla mikið með því. Sko ég alveg til að hann dömpi þér og fara að einbytta sér bardagjur. Ég bara alltaf þegar við svo skotnir í henni maður. Wow! Vil ég bara get your chance. No chance, fellas. Þó ég hafi með einu sinni verið blíkaður eitthvað rissan upp þannig. Já, því ég satt fram í. Pulling all my moves. Já, pulling all your moves. Ég bara, hey, what's happening back there? Bleka með jólasunni húi á þessu viðtaka kvöldi Já, alveg frábært en ég þetta hljóma kannski eins og sem á svona podcast bias sko, en ég til í hennan nýliða allt, ég var pínu hræddur að þeir myndu sko neyða mig til að samþykja hennan húsvíking hvað heitir hann, Jón Dagur eða eitthvað Dagur Jón Já, sem rústaði hann sem að rétt marði mig á hvíðurleik Já, með svona með datan í hug en svo var ég svo eiginlega bara maður byggi bara ekki að engili og ég bara ekki það bara mjög gott sjátt kannski sjátt á hann heitir hann ekki Símon við opið sé jú, hann Símon helviti góður á Íslandsmeistaramóti tók hann ekki kvítbeltingaflokkin í sund jú, hann tók við það, ég fekk aðeins að finna fyrir honum hann bara hörku glimmari Já, hann þéttur. Gott sjátt á hann alltaf. Já, það má gefa hann sjátt. Hann orðinn blábeltingur í dag. Já, ok. Guð hann fljótur. Allir erkjóðinni þín búin að fá blábelt sitt núna. Hvernig líður þér núna? Þú bara hvítbeltingur. Þú bara með tapeworm. Fucking leiðileg maður. Já, ég fekk ekki blábelt. Ég var með 1 markmið þessu ári. Það var að vera blábeltingur. Já, þú náðir fullt af milestones á árinu, en bara ekki þín og eina markmiði. Nei, ég margt sem gerist á þessu ári. Margir milestones. Já, ég man ekki eftir neinu milestones í mína. Mér tókst að vera blekaður á átó. Mér tókst að vera blekaður á átó, ég menna þú byrjaði með eventa á mínigarðinum. Já, það svona 5. lotu. Það ekki hluta lífinu? Bara flott. Nei, það hluta lífinu, það er bara persónuleiki minn, skilur þú? Persónuleikin minn? Já. Hann alveg þörf fyrir utan það, sko. Ég spjalla við einhverjum dömur og bara svona, já, ok, hvað finnst þið skemmtilegt? Mér finnst Emma Fréttir skemmtilegt. Mér finnst podcastið mér skemmtilegt. Hefurðu farið inn á síðu sem heitir MMA Fréttir? Kíkjum að Þetta er minn besti persónuleiki. Nei. Emma Fréttir og Finta Lóðan hefur náttúrulega verið að gera mjög góða hluti og bara framleitt mikið gott sko. En ég er svona prívat og persónulega. Veist ég. Já, as a person. Já, ég er svo persóna, skilur. Þú búin að vaksa mikið sem persóna á þessu ári. Já, ég var að segja. Já, takk fyrir það, stakar. Ég vildi óska þess að ég geta sagt það með ykkur. Ég veit. Nei, þetta er alltaf go to disi mitt, en takk fyrir það, það er vallið að heyra. Svo hvað var óþægileg. Já. Svo lélur að taka rós. Ég er svo lélur í þessu. Sko, með leiðistundu þegar við fórum í sundundaginn. Hún var bara lítið á rósanum eitthvað aðeins og síðan eitthvað ógeðslega óþægileg og ég bara inn í mér sko, allt fólki í kring eitthvað, hvað er í gangi? Hvað er eitthvað bróðum tískir hérna eitthvað? Þetta er bara þú varst í henni. Við erum búin að eiga frekar gott ár. Ég held að finni eiginlega bara allir fyrir því sem að keppa í þessari senu, hvort sem það sé box eða BJJ eða MMA, að við erum svolítið búin að ná að skapa svolítið góða stemmingu bara í kringum alla þessa bardagasenu sko. Já, við náðum líka bara svona ride the wave sko. Mér finnst það mitt bardagasenu á Íslandi hafa verið síðustu ár, bara verið að trappa sig upp. Svo fannst mér hafa orðið einhvern sprengja á þessu árið, Iceboxi var huge, bara huge, þetta var bara það stór viðburðuna, vissu allir þetta, vissu fleiri Icebox heldur en einhverju landsleiki á þessu árið sko. Og við bara fylgdum svolítið með þessu og náðum að gera kannski eitthvað setja spotlight á það, en þú veist,
við náttúrulega bara, ég mjög ánægð með þetta. Barda íþróttapodcast ársins klálega 15 lóta. Já. Slam dunk á það. En svona af okkur, ef við röpum þessu upp árun okkar, sko, hvað fannst ykkur svona, hvað var svona það verkefni sem við tókum að okkur, sem ykkur fannst svona skemmtilegast? Sko, mér finnst síðast að Donny fer alveg bara geggið, sko. Já. Svo alltaf bardaðinn okkar. Það var stór já, skref fyrir okkur báða skemmtilegast. að prófa þetta, fara inn í búr og aðeins tuskast. Já, ég var bara að gleyma að það hefði verið þessu ár. Já, ég náttúrulega heitir á það samt, sko. Þú færð þinn sjensmaður. Heitir. Þú veist, ég vakna hverjum degi og hugsa það. Búin að taka 2 kamp á þessu ári, sko. Já. Og ég er búin að taka 0 bardaða. Hann íslenski Chandler. Ég er tvísa sinnum búin að missa yfir 8 kíló til þess að berjast ykkur sem bakkar út eða segir eiginlega aldrei já. En svona, gefur mér svona undir fótina svona, jú, við skulum gera það kannski. Já, mér er svo gaman að vera tease. Já, ég veit, ég sá það. Já. Ef það voru gæla, þá myndi ég fucking hata þig, sko. Já, ég veit það. Ég verður, playing games hérna. Já. Hérna, barðan okkar bygga var náttúrulega hrikalega skemmtilegur. Donny ferðin var mjög skemmtileg. Ég vil fá barða á þessu ári. Mér er sama við hvernig ykkur það er. Mér er í alvörun alveg sama. Það skiptir mikið máli. Mér langar árið 2025 að berjast ykkur báða. Já, byrjaði á mér þá. Já. Bara í mars eða febrúar. Ég er ekki eins og byrjar að æfa, sko. Ég tók fyrsta sparmyndin en ekki heldur. Ég finn lykt af pull-outi. Já, ég líka. Frá mér þá? Sko, ég lagði svo mikið á mig í sumar. Ég lagði svo mikið undir. Ég er búin að vinna svo skeppna íbúðinu minni frá því að ég lagði og bakkaði út. Út af því ég náði ekki að eyða sumarfríinu minni í það. Því ég var að æfa fyrir eitthvað og missa kíló, sko. Þannig að já, ég til. Bara, ég var til á morgun, sko. Ég var reynda til núna. Bara á eftir. Það er tjóðis gretta í þeim. Já, þannig að það er kannski hérna... I get punched in the face. Já, en mér finnst líka gaman, sko, því að við byggi börðumst og það var krát og svona og það var hérna hrikalega skemmtilegur bardagi. Þannig að það fyrir annan okkar. Og ég elska þessi bragging rights sem að fylgja. Já, þess vegna sem þú hefur ekki viljað... Já, ég er aldrei í dag. Já, ég ætla bara svona, nú er ég bara 1-0 sem celebrity fighter. Hann svo John Jones eitthvað, nei, Aspen á ekki skilið að berjast með Þetta er svona vinnurinn í vinnuofnum, skilur, sem eru allir að spila töluleik og svo vinnur hann 1 leik og hann hættir hann. Ég spila aldrei við aftur, út af því ég vann þig. Svona Bobby Fischer move, sko. En þú þarf náttúrulega bara að fara að veika þetta belti og það er ekki að berjast, sko. Ég er að býða eftir einhvern contender. Ég er... Ekki reyna þetta. Einhvern contender. Það er bara að suða og suða. Síðan í júli. Hver sem er. Ég er að fara að rekta á einhver báða. Þú veist, ég er ekki bara contender. Ég er the uncrowned champ. Sko, ég náttúrulega, þegar ég sá þig gas út eftir 10 sekundur á hvíturleik, þá var ég svona, I fancy my chances, sko. Ég bara aðeins að spila nautabánan í smástund og leiða þér gas út. Elsku vinur minn, ef þú lifir á 15 sekundur, þá ættu að vera ánægð með það, sko. Ef þú lappar út úr hringnum eftir 15 sekundur, þá ættu að vera ánægð með daginn. Það er þetta góðu dagur, sko. Ég skal vera hreinskilinn og segja mér er svo ógeðslega óþægilegt að kýla mig í andlitið. Og af hverju svo? Ég eiginlega bara skilða ekki, sko. Þess vegna var ég alveg til í að berjast við Bygga. Hann er ekki bara ná að kýla í andlitið. En þú veist, ég myndi alveg þurfa að éta eitthvað frá en þá verður bara, sko, þá verður Byggi bara að taka mig fyrst. Já, takt hann. Það bara verður að vera þannig. Þegar takt hann fyrst. Já. Út af því að, þú veist, ef ég rústa þér, ef ég vinn þig bara, þá getur nonna ekkert sagt nei. Nei, það er rétt. Það komin einhver contender, einhver sem á, þú veist, á skilið á séns. Á bara smá tilkall í barða. Ég er ekki að fara að mæta ykkur 0-0. Ég er ekki að fara að mæta ykkur 0-0 gæja. Nei, ég veit að bara erfitt. Ég er bara að berjast hvaða róna sem er út í bæ. Þetta er erfitt. Það er erfitt að vill enginn, sko, breyta 0-0 í 1-0, sko. Hjálpa mér að gera það. Já, Byggi. Ég segi bara mars. 3. mars eða eitthvað. Early mars. Já. Ég náttúrulega hef ekki eftir neitt heldur, sko. En ég er svolítið, ég er 83 kíló, ég er bara tilbúin. Já. Þú er bara tilbúin? Ég er bara 83 kíló. Þannig að ég er, þú veist, ég er bara á vikt. Ég held mér viljandi á vikt, sko. Já, þú veit hetja, heiður. Ég er saman. Þannig að það er gott áframöndan. Ekki, sorry. Já, slaka það sá. Erðu. Tjóðis gretta í þér. Já. Þannig en það er gott áframöndan. Það verður annar 50 lútubardagi. Ég getum staðfist það. Gunnar Nelson er líklega að fara að berjast.
í mars. Það verður hjút. Við fáum eitthvað hrikalega gott frá Kolla sem ætlar að berjast í, hann var að æbóla apríl held ég, apríl. Þannig að við fáum það. Það Kate Steele í mars. Við vilja hérna fá við almennilegt livestreami í gegnum MMA-fréttir aftur þar sem við getum bara promóta það í döðlur. Það gekk rosa vel síðast. Og gekk rosalega vel, bara vonum framar bara síðast. Ævintýralega mikið betur heldur þegar við vorum að taka þetta á einhverju streamsíðu úti sko. Einmitt, þannig að það er bara hrikalega skemmtilegt framöndan. Já, það er bara stappað ár, fullt að gerast og hérna ef fólk vil að vera með á nótunum hvað er að fara að gerast í bardagaheiminum, bæði hérlendis og erlendis, þá er bara 5. lótan og mmafréttir.is staðinu til að vera á. Og laugardag, já. Og, já, nei. Það var laugardaginn fyrir 2 vikum. Já, laugardaginn fyrir 2 vikum. Já, þá var... Þá hefði það að vera á mínigarðinum. Já, munið hvernig bardaginn fórst okkur? Já, Usyk vann tók þetta á decision. Tók þetta, vann 7 lótur. Já, unanimous decision í Fury. Já. Það var skemmtilega bardagi. Já, það var skemmtilega bardagi. Ok, það er mismandi tímalínur. Já, eitthvað smá tímamunur á það mitti. Herri, hérna, ég segi að við kveðjum kryddsíldina að bili. Þetta var hrikalega skemmtilegt, alltaf gaman að gera upp árið. Já. Og hérna, ég er bara, þetta er síðasti þáttur ársins. Ég þakka öllum fyrir að hlusta. Viðtökurnar eru bara, hérna, við náttúrulega fengum mjög góða viðtökur í fyrra. Ég held áfram að vera stemning þetta árið. Kom þér á YouTube, kom þér á Spotify, byrjar að streyma á eitthvað. Þetta er bara allt ógeðslega skemmtilegt. Já. Ég held bara On to bigger and better things. On to bigger and better things. Gleðilegt nýtt ár, kæri hlustandi. Já, takk fyrir mig og okkur. Takk fyrir okkur.